Það nú leiðilegt maður snúr baki í okkur. Já, viltu ekki fá þér veitingar? Já, hefur nokkuð fengið að borða í dag? Jæja, ágættu félagar. Ég vil þá ekki bara segja þennan fund sett, þannig ég býð ykkur hjartanlega velkomin hér til aðalfundar Kjala stéttarfélags, starfsmann í almannaþjónustu. Hér erum við bara þó nokkuð mörg í sal og síðan er alveg fjöldi fólk sem fylgist með okkur á YouTube og því miður er það þannig að þeir sem eru á YouTube geta ekki tekið þátt í fundinum, en þeir geta sendt fyrirspurnir eitthvað sem þau vilja koma framfæri á kjölur@kjölur.is. Þannig að við höfum það formið á þessu þetta árið og þannig að það er bara að senda á kjölur@kjölur.is og þar eru tölvupóstur vaktaður. Formsatriði, þið vitið að reykingar og bannaðar hér innandyra og allt slíkt og þið slökkvið á gemsum. Þetta er svona atriði. Ég veit ekkert hvað salernið er hérna í Hofi, en þetta sé samt niðri í kjallara. Og þetta átti nú að vera svona létt grín í upphafi fundar, en þetta var eiginlega algjörlega mislukkað. En við ætlum þá bara að ganga til dagskrár og dagskrá fundarins er þá þannig að við byrjum á því að skipa hér fundarstjóra og fundarritara og síðan förum við í hefðbundin aðalfundarstörf og það er sem sagt skýrsla stjórnar, það eru lagðir fram ársreikningar, við munum fara hér yfir lagabreytingar, tillögur skiptingu félagsgjalds, tekið fyrir málefni fræðslusjóðs og átaks- og vindursjóðs, farið yfir fjárhagsáætlun og síðan önnur mál. Nú, þá ætla ég að byrja á því að skipa hér fundarstjóra og fundarritara og vitið hvað, ég þarf að skipa sjálfa mér sem fundarstjóra en mér langar til að athuga hvort að væri ekki einhverja sjálfboðaliðar til að vera mér til aðstoðar sem fundarstjórn. Heyrðu, hún er nú svo elskuleg, hún Hólmfríður
Guðlaug Jónsdóttir að gefa mér hér vink að hún tilbúin til aðstofa mig hér í fundarstjórn. Þakka þér fyrir það, Guð. Og þá það líka fundarritari og ég ætla bara að gera tillögu minni að ritari stjórnar félagsins verði ritari fundarins, það Kristín Sigurðardóttir. Gefið þið Kristínu Hólmfríði gott klapp. Síðan langar mig til að biðja ykkur að senda honum Sigurjóni linkin á fundin. Hann var að senda mér skilaboð. Ef að Þóra Sonja gerir það. En ég ætla þá bara að byrja hér á starfi stjórnar og hér bara það að félagsfólk Kjalar hér 2200 manns og það hefur ekkert breyst hér kynja hlutföll félagsins í bara mörg ár held ég. Það búið að vera 71% konur og 29% karlar, ekki satt? Jú. Og bara svo lengi sem ég mann. Og þetta alveg eins í BSIB. BSIB félögin, öll sömul, nema lögreglumenn, tollarar og sjúkraflutningamenn, eru skipað með þessa skipan og auðvitað líka Sjúkraflutningafélag Íslands af þessum 20 félögum sem í BSIB. Þannig að það bara opinber þjónusta í 70% tilfella konur sem eru starfsmenn í þeirri þjónustu. Nú, þetta síðan skipting félagsmanna að eins og þið sjáu dökkbláa svæðið þar sem að félagsmenn okkar eru og hér þá staðist Norðurland eystra ásamt síðan Vesturlandi og síðan þessi uppáhaldsmyndin okkar, hún 2 ára gömul, hún tekin hér í Hofi fyrir 2 árum síðan þegar var hér aðalfundur með trúnaðarmönnum og það verður svona fundur að ári, verður hann mjög fjölmennur og mikið húllumhæ. Við höfum gert þetta á 3 ára fresti að halda svona stóra fund. En þetta svona uppáhaldsmyndin okkar, þannig að ég plasta henni hvar sem og hvenær sem Þannig að þeir sem eru hættir, þeir mun alltaf mæta sjálfum sér þarna. Nú síðan að því að ég byrja á þessari glæru vegna sem ég ræða starf trúnaðarmanna sem að við höfum þannig fyrir að við hafa kosið á seinasta hausti. Og við héldum námskeið í apríl og við héldum námskeið í nóvember og við höldum mikið upp á okkar trúnaðarmenn og þeir halda upp á félagið, starfa fyrir félagið með heilum hug og eins og ég oft sagt áður, þetta eru hornsteinar félagsins, eru trúnaðarmenn. Og við ætlum núna bara svona í framhjálaupi að segja ykkur að við ætlum að vera með trúnaðarmannafund á Laugabakka í Miðfirði núna bara eftir hálfa mánuð. Þannig að það mikið stuð og stemming að því að í einu námskeiðinu endum við í óvissuferð í Kalda og þess að við sjáum hér eru glaðir og reifir trúnaðarmenn að skála og svo fléttuðum við okkur í kringum bjórbryggeriið þarna út í Kalda og þarna eru skipulagirnir Þóra og Elsabet. Þannig að þetta var gífurlega skemmtilegt og svona erum við góður hópur trúnaðarmanna. En síðan áttum við mjög góðan dag með félagsfólki okkar sem vinnur á leikskólunum, vítt og breitt okkar félagssvæði og það mættu á Hótel Stykkishólm 70 starfsmenn leikskóla og áttu þannig alveg frábæran dag saman og þetta var mjög skemmtilegt og gefandi þar sem við vorum að fara svona yfir það sem snertir starf á leikskóla og gátum líka sýnt þeim niðurstöður könnun Sveitarfélag ársins líðan starfsfólks leikskóla og þeirra framtíðarsýn og þannig að þetta var alveg einstaklega skemmtilegu dagur, ég verð bara að segja það og vel fundinn og hann eiginlega svona sprettur til svolítið í verkfallinu 23 því þetta var svo hópur sem var sem lengst í verkfalli og var eiginlega algjör slagkraftur okkar í verkfallinu að gera eitthvað skemmtilegt fyrir þá og þá auðvitað hefur komið umræða bara að halda áfram að gera fyrir næstu hópa.
Þannig það í skoðun og verður rætt í Miðfirði eftir hálfa mánuð. Því það náttúrulega trúnaðarmennir sem koma allir skipulagningu. Við gerum ekkert hérna inn nema að hafa trúnaðarmennar með okkur í þessu skipulagi. Nú við skunduðum hér hjá allur þessi hópur á þing BSRB sem var haldið á Hótel Hilton í Reykjavík í október síðastliðinn og hérna áttum þannig mjög gott þing þar sem að við mótuðum stefnu BSRB og fórum yfir hana og ræddum og það var endurkjörin stjórn BSRB ásamt formönnum og Sonja Ýr Þorbergsdóttir var endurkjörin formaður. Fjölnir Sæmundsson, formaður Landssambands lögreglumanna, var kjörin fyrsti varaformaður og ég var endurkjörin sem annar varaformaður BSRB. Og við þetta gerðum kjarasamninga sem var undirskrifaðir núna í júní og júlí og svo í september og svona. Það er búið að teygjast á þessari kjarasamningagerð talsvert en þetta er nú alveg að ljúka, ég held að sé nú ekki orðið mikið eftir. Nema svona eins og við köllum það kálfar sem að taka mið af öðrum samningum. Þetta er svo sem alltaf hafast, en þetta eru samningar sveitarfélagana og aðrir, að það sem var farið í 36 stunda vinnuviku og ég dreg svona það helsta sem þar er sett líka í texta, að þótt að sé ekki skipulaðir tímasettir kaffi og matartímar, þá er samt gert ráð fyrir því að fólk fái hlé frá störfum til að neyta matar og kaffis. Og það á að gera ráð fyrir því í skipulaginu. Og það á ekki að loka neinni kaffistofu eða mötuneytum með öðru. Því það vita það auðvitað allir að það er ekki hægt að búast í því að fólk geti unnið neitt án þess að fá auðvitað næringu og hlé frá störfum. Og síðan var samið viðbótarhækkun inn í félagsmálasjóðinn Kötlu sem hefur tekið verulegum breytingum sem að starfsmenn sveitarfélagana þekkja vel. Þannig ég ætla ekki að staldra við það, en síðan var ríkið með samskonar samning þar sem var gengið frá 36 tíma vinnuviku. Þar er hins vegar engin félagsmannasjóður, þar að leiðandi fór sú hækkun 0,7% inn á launatöflu sem þýddi þá að það var örlítið meiri hækkun heldur en 23.750 á þá kauptaksta út af þessu, en örugglega óverulegt eftir því hvar menn voru staddir í töflunni. Og síðan erum við í endalausu samtali hér við Sjúkrahúsið á Akureyri endurgerð á stofnanasamningi sem er nú orðin heldur betur svona rykfallinn frá 2017 og þetta er bara mjög þungt og erfitt samtal og ég ætla nú rétt að vona að það fari nú eitthvað aðeins að liðka til. Ég hitti heilbrigðisráðherra á dögunum í BSRB-húsinu þar sem hún kom og kynnti okkur BSRB stefnu sína. Og ég myndi hann á að stofnanasamningarnir við SAK væri alveg hreint í djúpu frosti og það yrði eitthvað að fara að gera. Og svo erum við svona kannski að loka metrónum í samtalinu við heilbrigðisstofnunina á Austurlands. Þannig að þetta er svona ríkisleiðin í staðinn fyrir að hafa starfsmat eins og sveitarfélögin hafa, þá hefur ríkið stofnanasamninga og það er kannski það sem er næsta verk, að það er verkefni í gangi við ríkið sem er virðismat sem þið hafi heyrt núna sem lausn í kennaradeilunni, að það var þetta búið að semja þetta en ekki búið að semja kostnaðinn og kennararnir áttu langmest inni, þannig að það er búið að lofa þeim 8% til viðbótar inn í virðismatið og það er verið að vinna að þessu og það eiga á að ráða 6 fulltrúa verkefnastjóra til að vinna við þetta virðismat, en virðismat er bara svona annað orð yfir starfsmat. Þannig að því sé haldið til haga. Þetta er ekkert öðruvísi, þetta er kannski verið kerfi ekki svo sama og starfsmat sveitarfélaga því það til fullt af starfsmatskerfum, en það verður örugglega eitthvað svona mjög sambærilegt. En það má ekki heita starfsmat, það heitir virðismat. Þetta er svona leikur að hugtökum. Og síðan fengum við hér könnun sem varðar rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins gerði meðal alls launafólks í landinu, bara öllum saman og þið hafa sérstoflega verið við þetta, þess að var birt á sínu tíma og við fengum svo vörðu til að taka okkar félagsfólk sérstaklega út úr könnunni.
Og í þessari könnun þá í heildina 21.000 mann sem svöruðu könnunina og því var svarhlutfall 13%, en félagsmenn Kjalar, það voru 529 félagsmenn Kjalar sem svöruðu og því er svarhlutfallið hjá okkur 29,3%, sem er bara algjörlega viðunandi, en auðvitað alltaf skemmtilega að fá aðeins meira. Og þá tók ég út nokkrar svona niðurstöður að hér var til dæmis spurt hvort það væri auðvelt að ná endum saman og Kjölur er bláa línan og rauða línan til samanburðar er allir þessi 21.000. Og þá sjáum við það að félagsmenn Kjalar eru þannig 10%, það telja þetta bara nokkuð auðvelt sem er svona þokkalega á pari við alla. Og þetta er svona allt eiginlega á pari, þar til kemur hann nokkuð auðvelt og þá er félagsmenn Kjalar aðeins hærra heldur en allir og svo er það aftur lægra í nokkuð erfitt og mun lægra í erfitt og mjög erfitt. En sem að sýnir okkur þó að það er auðvitað ekki þannig að allir hafa það rosalega gott. Og síðan var ein spurning hvort að fólk geti mætt 80.000 króna óvæntum útgjöldum. Og þá er aftur að Kjölur er blár og allir eru rauðir og 57% segist geta mætt óvæntum útgjöldum en síðan á móti nei var þá 31% á móti 38% hjá öllum. Nú síðan er ein glæri viðbót hvort að væri yfirdráttur, smálán, bílalán, skammtímalán og lán frá vini eða fjölskyldu og þá sjáum við það að lán efsta línan, ég ætla bara að lesa það því þetta sést nú kannski ekki, efsta línan er sérst lán hjá vini eða fjölskyldumeðlimi og það er 9% félagsmenn Kjalar með slíkt, námslán eru 8% með, bílalán eru 30% með, fleiri heldur en allir, húsnæðislán eru 64%, fleiri en allir og smálán, skammtímalán, bara á pari 16% og síðan yfirdráttur að það er 37% félagsmann okkar með yfirdrátt. Þetta er mjög skýrar og góða spurningar sem þarna er spurt í þessari könnun. Nú orðið fyrir, svo komum við aftur nýr kafli í rannsókninni sem heitir vinnan og nú erum við komin í það og þá er spurt, hefur orðið fyrir mismun og undanfyrir 2 árum og þá er það félagsmenn Kjalar að þá segja þeir vegna aldurs er fyrst spurt og það er 3%, vegna kyns eru 2% sem að telja sig hafa orðið fyrir því og vegna uppruna 1% á móti 9% á móti öllum og vegna fötlunar 1%, það er þá pari við alla og síðan er það af öðrum ástæðum að þá er Kjölur með 10% en allir aðrir með 8%. En þessi rannsókn þetta er miklu meiri niðurstaða, ég tók bara svona það sem mér fannst áhugaverðast að sýna hérna núna, en þetta er svona, við erum nýbúin að fá hana, þannig ég hugsa við náum að birta svona skýrslu á heimasíðunni þegar það verður tilbúið. Og trúnaðarmennirnir fá síðan meiri yfirferð á þessari könnun á námskeiðinu eftir 2 vikur. Nú síðan þekki ég þessa mynd, er það ekki? Er einhver sem veit ekkert hvað að vera þarna? Þetta er kvennafrídagurinn eða kvennaverkfallið 23 á Ráðhústorgi á Akureyri og var vel mætt og þið munið hvernig myndin frá Austurvelli var, nei, var ekki Austurvelli, það var hvað heitir brekkan? Ja, þið veitir hvað ég á við í Reykjavík, þannig sem að styttan er. Þannig ég setti þetta bara niður að núna er sem sagt kvennaár sem að það verður ekkert verkfall aftur í október, heldur erum við með allt árið undir þar sem að við erum með alls konar viðburði og það er nú þegar búið að sýna leikritið Ungfrú Ísland með svona tengingu við kvennaárið.
Það búið að vera með fyrirpartí sem var startað fyrir 8 vikum síðan í Iðnó í Reykjavík, þar sem var svona verið að hita upp fyrir árið og síðan verið að búa til dagskrá sem að verður þá trúlega allt land. Þannig við erum með hér í undirbúningsnefnd hér á Akureyri að búa til nefnd hér, viðburði hér og víða á landinu. Þar sem að því verður við komið að búa til einhvers konar viðburði. Það er alls konar hittingar, það er alls konar eitthvað, ég veit ekki hvað verður niðurstaðan. Það er alls konar hugmyndir í gangi, það er alveg haugur af hugmyndum, það vantar nú ekki. En það er bara hvað er hægt að koma í framkvæmd og hvað er líklegt til þess að fólk muni mæta til. En ég ætla bara að rifja upp að 1975, þegar að kvennafrídagurinn var haldinn hér á Akureyri, allt land ætla ég að segja, að þá var það sem sagt haldinn á degi Sameinuðu þjóðarinnar sem var sérstaklega helgað málefnum kvenna. Þannig þessi dagur var svo sem ekki alveg úr lausu lofti gripinn. Hann var auðvitað tengdur þessu skipulagi Sameinuðu þjóðanna. Og þetta er stórt hlutfall að 90% íslenska kvenna lögðu niður launuð eða ólaunuð störf þennan daginn. Og þannig að það eru sérst 50 ár frá því að þetta var núna í haust. Þannig að við sýnum að sameiginlega kraftur kvenna er óstöðvandi með slagorði og vopni, við getum, þorum og viljum. Og nú er þetta verið að tala bakslag í kvennahreyfingunni bara vegna pólitíska öfga og þannig að það er alveg full ástæða til þess að vekja athygli á því að konur þurfa að standa saman og berjast gegn þessu alls konar misrétti sem að konur og minnihlutahópar verða fyrir víðsvegar í heiminum. Þannig að við skulum vona okkur takkist að snúa þessu við aftur en það eru svona einhver teikn á lofti. Og það er ekki góðar rannsóknir sem eru að koma út varðandi viðhorf ungra drengja. Ég ætla ekki að fara út í það nánar en hlusti bara á þegar við erum að segja frá rannsóknunum sem við erum að gera og bara ummælunum og bara samtalinu, samfélagsmiðlunum og öllu þessu þá bara leggið við hlustir og heyrið. Síðan var eitt sem kom út úr kjarasamningunum við sveitarfélögin líka sem er búið langt og mikið baráttumál. Það var að fá aukið fé inn í mannauðssjóðina sem eru 3, bæjarstarfsmannafélögin innan BSRB eru 11 og þau starfa mjög mikið saman og þau áttu 3 sambærilega mannauðssjóði. Og við höfum lengi haft mikið áhuga á því að reyna að gera þennan sjóð sterkari, sérstaklega eftir að var nú klippið af honum 2020 þegar félagsmannasjóðurinn var til og það var eiginlega ekki fengið nema við myndum samin þessa sjóði því alltaf koma einhverja sperrur frá okkar viðsemjendum og það sem sagt tókst núna að frá 1. janúar síðastliðnum þá náðist að samina þessa 3 sjóði og hann er bara að taka sér til og vinna upp og skipuleggja sig og við nýbúið að ráða Hrund Hlöðversdóttir sem framkvæmdastjóra og hún er sem sagt bara að svona koma og máta sig inn í umhverfið og annað og við erum að fara í mikinn stefnumótunardag breyttar úthlutunarreglur og breyttar starfsemi sjóðsins að því að samhliða alltaf sjóðurinn líka að reka setur sem að yrði í nánu samstarfi við fræðslusetri starfsmennt sem að ríkismegin og ýmsa aðra fræðslu aðila símenntun og starfsþróun starfsmanna sveitarfélaganna. Þannig þetta er gífurlega spennandi og sjóðurinn heitir núna Mannauðssjóðurinn Hekla og hefur aðsetur í Skipagötu 14 í einni af skrifstofu sem í eigu Kjalar og þannig þetta er gífurlega mikið og spennandi við erum að fara þenni í gang með og þannig að þið fylgist með því. Síðan fyrir fólk sem hefur áhuga á lífeyrissjóðsmálum og þetta ánum kannski sérstaklega við Akureyringa, gamla stakfélaga, þar sem að þetta varða lífeyrissjóð starfsmanna Akureyrarbæjar sem var stofnað 1942 og hér starfræktur og hefur verið í vistun hjá Stapa lífeyrissjóði
Núna eiga þessi sjóður ekki lengur sameiginlegt vegna þess að það alltaf verið að breyta regluverkinu starfsemi lífeyrissjóða. Það bara mikla kröfur allt mögulegt, alls konar ferla, ég bara kann ekki nefna þetta allt saman, og það að allir sambærilegir sjóðir sem eru 8 talsins, það Neskaupstaður, Vestmannaeyjar, Hafnarfjörður, Kópavogur, Reykjavíkurborg og Suðurnes, eru allir komnir í sérstaka deild hjá Brú lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga. Þannig núna sérst verið að tala þennan samruna Brúar og LSA. Og það ferli bara komið í gang og reikna með kannski að því ljúki í ágúst ef ekkert óvænt kemur upp. Og það vegna þess bara að þar mun sjóðurinn, skulum við segja, passa inn miklu frekar heldur en hjá Stapa lífeyrissjóði. Þannig það svona megin ástæðan fyrir því. Plús það að þessi sjóður búin að vera lokaður 25 ár. Þannig að hann með mjög fáa greiðendur inn í sjóðinn. Hann með mjög mikla skuldbindingu hins vegar. Þannig að hann mun greiða lífeyri alveg nærri undir 2050 reiknað með að hann verða að borga lífeyri. En ég veit nú ekki alveg hvað sá yngsti sem að borga inn í sjóðinn, en meðalaldurinn þetta mjög hár. En talan komin langt undir 100 sem að borga inn í sjóðinn. Og svo bara þjónustan frá lífeyrissjóðnum auðvitað bara rafræn og inn á netinu og allt það. Þannig að þetta myndi svona bara, það mun ekki hafa nein áhrif fyrir sjóðsfélagann. Við fulltrúa Kjalar sem ásamt mér inn í sjóðstjórninni Hanna Rósa Sveinsdóttir. Við auðvitað höfum tryggt það að við munum fá allar upplýsingar og eins Akureyrarbær starfsemi sjóðsins þótt hann falli undir þessa nýju deild Brúar. Þannig að það var svo sem ekkert annað í stöðunni heldur að fara þessa leið. En síðan hérna bara ýmis einstaklingsmál sem að félagið sinnir eins og alltaf Það veikindarétturinn, það stytting vinnuvikunnar, það launaseðlar, það eru andmæli vegna fyrirhugað áminninga eða uppsagna eða hvað veit ég, vaktarólun og annað. En það merkilega var nokk að sést nú á ársreikningunum mína á eftir að Kjölur hefur ekki mikið verið í málaferlum, bara alls ekki. En á þessu ári vorum við 2 málaferlum. Kom ekki niðurstaðan í öðrum málaferlum í september. Minnir það? Það var út af starfsmatinu því að samband sveitarfélaga tók sér bersanlega á hvað gildistíman á starfsmatinu, endurskoðuninni, án þess að fara eftir reglum að okkar mati og við fórum með það fyrir dómstóla og því miður þá töpum við því vegna þess að reglurnar voru ekki nógu skýrar og dómnum fannst ekkert athugast til það að samband sveitarfélaga var reitt í því að ákveða gildistíma, þannig við töpum því. En síðan fórum við í málaferli núna í haust strax aftur út af veikindarétti, út af flutningi á starfstíma frá öðrum til annars. Bara dæmi, ég búin að vinna í 15 ár hjá hvað veit ég, Dalvík og flytlingan á Akureyri. Ég ekki búin að vinna nema í örfáa mánuði, þá veikist ég. Og þá hafnaði samband sveitarfélaga því að viðkomandi einstaklingur ætti veikindarétt nema 14 daga af því hann var búin að vinna svo stutt hjá sveitarfélagi X. Þetta okkar mati algjörlega arfavitlaus túlkun og það hefur verið breytt í veikindakaflanum síðastliðin 25 ár. Þannig þetta fór nú mjög hratt í gegnum félagsdóm og við unnum þetta mál sem var eiginlega algjörlega borðleggjandi og eiginlega geðræðislegt að við þyrftum að fara í málaferli yfir því. En við sem sagt unnum það, þannig að þetta allt sá að kosta sitt og svo erum við með eitt innheimtumál í gangi valdgoldin laun sem í innheimtu. Og það svolítið nýtt fyrir okkur að það svolítið að herðast samskiptin við launadeildir, við mannauðsdeildir, við hvað það heitir. Fyrir mig sem búin að starfa í 30 ár í þessum geira, þá þetta alltaf mikið nýtt fólk. Og það svona annað vinnulag, það annað viðhorf, það svona ýmislegt sem að breytast í þessum samskiptum. Og þetta ekki bara mín tilfinning, við höfum borið saman bækur okkar og það allir sammála þessu. Og þið getið bara séð inn á félagsdómi fjölgun dómsmála.
sem afar dapurleg þróun. Því þetta oft líka viðkvæm mál og erfitt að fara í öll málaferli, sko. Þá ætla ég að skauta aðeins í orlofssjóðinn. Ég sé að ég alveg að verða búin að taka þessar 25 mínútur og vel það. Fundarstjórinn ávítur hér framsögumann. En orlofssjóðurinn hér með 2 nýjar eignir sem eru að koma til útlögu núna með vorinu. Það Sóltún 28 í Reykjavík og Geirþrúðarhagi 1 á Akureyri. Orlofssjóður mun leigja þennan á Geirþrúðarhagann af fræðslusjóði. Fræðslusjóðurinn okkar það hundgamall, hann alveg frá 1970 þegar var lítið námsframboð. Þannig hann svona hafði nú hlaðist eitthvað upp, þannig hann kaupir þarna svona menningaríbúð, skulum við segja. Þarna verður Laxness í Bindum og eitthvað fleira svona menningatengt. Og þetta hérna öll orlofshúsin og og ég ætla bara að segja hér, ég ætla ekki að fara yfir hvert og eitt hús. Ég held að séu milli 80 og 90 félagsmenn hverja orlofseign félagsins. Þið getið bara spurt vini og vandamenn hvort þið vitið einhvern sem í svona félagi sem með svona mikið magn af orlofseignum. Og þetta eiginlega allt að fara í útlegu, meira og minna. Og við erum líka með skiptilegur á Munaðarnesi og Illugastöðum. Hér bara svona hlutfallsleg nýting orlofshúsa sem bara skemmtileg fyrir augað. Þið sjáum að 100% öll alveg til línu og það súlan sem hæðst þarna Sóltún 30 með 98% og Sólheima 27 með 96%. En ég gleymdi í upphafi, fundarstjórinn gleymdi að upplýsa það að á borðunum liggja leiðbeiningar það hvernig þetta finna þessi gögn inn á heimasíðunni. Og þeir sem eru farin á heimasíðuna, þeir hins vegar lenda strax inn á öll gögnin, þannig að þeir sem eru hérna í sal, þið geti farið þessa slóð ef þau eru með síma eða tölvur til að finna öll gögnin, því þau eru þar öll inni og þessar glærur líka. Þannig að ég ætla bara að skauta hérna hratt yfir þetta, þannig að þarna geti aðeins skoðað betur í glærunum mín á heimasíðunni þessar nýtingar. Þetta bara gaman að sjá hvernig þetta lítur út. Því nú þarf ég aðeins að fara að tala hraðar og hérna. En ég ætla að stoppa hérna við þessa glæru hér. Hér var auðvitað lyft grettistaki seinasta sumar og húsin fór í útleigu 1. júlí. þar sem eru komnir heitir pottar við öll húsin og eyðum. Og þið munið á eyðum eru árabótar og nægur fiskur í vatninu. Það bara að vera þolinmóður og veiða. Vatnið fullt af fiski og bara yndisleg náttúruparadís. Og það þetta gjafabréfin og Ollóvegin vali og útilegu hvort og annað. Þannig hér ég nú komin svona að loka glærunni sem mannuðu kjalar og fyrir utan mig starfar á skrifstofunni Anna Guðný Guðmundsdóttir sem rekstrarstjóri sem þið fá að sjá hérna eftir. Síðan Hafdís Erna Ásbjarnardóttir lögfræðingur og síðan hún Hulda Björk Gunnlaugsdóttir viðurkenndur bókari sem nýjust í hópnum og gaman að segja frá því, hún byrjaði bara 1. nóvember og bókar eins og ekkert, engin morgundagur sé. Nú síðan Þóra Sonja Helgadóttir sem verkefnastjóri í Stykkishólmi og það eru nokkra þarna með henni í fundarsal á Stykkishólmi, skemmtilegt hjá ykkur í góðu partíi. Og síðan hún Ragnheiður Ása Ingvarsdóttir sem verkefnastjóri á Ísafirði og það líka smá partí á henni. Þannig við sendum þeim partíkveðjur þarna á staðina. En ég vil bara nota tækifæri og þakka þeir kærlega fyrir samstarfi á þessu ári og án þeirra væri við ekkert nein starfsemi félagsins, það væri svona dalti brokkgeng og það auðvitað verið að halda starfinu algjörlega gangandi með þessu starfsfólki okkar. Þannig að ég bara bið klapp fyrir þeim. En þá ætlaði fundarstjórinn að stjórna hér umræðum. Ef einhverjar eru sem að menn vilja spurja frekar út í, eitthvað slíkt, þá það hægt, gjör svo vel. Einhver sem langar að fá einhverja aðeins betri skýringar á einhverju.
En eins og ég segi, það auðvitað ekki hægt að gera öllu skil sem í starfseminni. En þetta svona dregið fram það helsta og reynda að hlaupa á þeim allstæðstu þáttum sem að snerta félagið. Já, Brynja, gjör svo vel. Já, ávísanir frá Íslandi eru aftur komnar til sölu. Fleira? Guðbjörg? Ákveðin starfsmaður hjá Brú lífeyrissjóð sem mun sjá lífeyrissjóðin. Já, það sérstök lífeyrisdeild fyrir þessa deild sem mun heita B-deild. Eða, já, ég ætla ekki að fullyrða hvort hún mun heita B-deild, en lífeyrissjóðsstarfsmaður Akureyrarbæjar verður í sérstakri deild út af skuldbindingum Akureyrarbæjar. Skuldbindingar Akureyrarbæjar fara ekki saman við aðra skuldbindingar, skiljiði mig. Þannig að það verður sennilega eitthvað farið, þannig ég veit ekki alveg hvaða nafn deildin fær, en þannig eru starfsmenn í hverjum stól sem að kunna allt. Á eftirmannsregluna, á meðaltalsregluna, allt saman. Eru fleiri? Enga fleiri? Nei, heyrðu þá bara ætla ég að bjóða henni Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur að koma hér og fara yfir ársreikninga félagssjóðs. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætla að renna hérna yfir ársreikning félagssjóðs, byrja á því. Ársreikningur félagssjóðs var endurskoðaður af Hólmgrími Bjarnasyni og Deloitte eins og undanfarin ár. En ég renni bara yfir þetta svona hratt og örugglega og þið takið svo þátt í umræðum ef einhverjar spurningar eru. En hjá félagssjóði árið 2024 voru félagsgjöld og önnur iðgjöld 125 milljónir, rétt rúmlega. Aðrar tekjur sjóðsins voru 42.874.000 og það eru sem sagt framlögin frá öðrum sjóðum. Þarna inni núna framlag vegna trúnamanna sem áður var vistað undir fræðslusjóði og hefur færst þarna yfir og þess vegna sjáum við þessa tekjuaukningu undir öðrum tekjum. Félagsgjöld og framlög voru 35.729.000. Fundahöld og félagsstarf 19 milljónir. Laun og launatengd gjöld 83 milljónir. Skrifstofa stjórnunarkostnaður eru 17.180.000 og það inn í þennan lið fellur eins og það sem Bína var að nefna áðan með lögfræðikostnað, annan sérfræðikostnað fellur þar undir. Annar ekstrakostnaður eru 11 milljónir, afskriftir fjárstafjármuna eru 703.000 og rekstrarhagnaður félagsins fyrir fjármagnsliðina eru 337.156. Fjármagnstekjur félagsins voru rúmar 5,6 milljónir og fjármagnsgjöldin tæp 13.000 og eftir stendur hagnaður upp á 4.655.053 krónur sem eins og þið sjáið betri staða heldur en við vorum að horfa á í fyrra. Ef við horfum á efnahagsreikningin þá eru varanlegur rekstrarfjármunir félagsins 32.405.000 og þetta eru húsakostur félagsins, skrifstofubúnaður og annað slíkt. Bankainnistæður áfallasjóðs eru tæpar 6 milljónir, bundnar bankainnistæður félagssjóðs eru 61,5 milljón rúmlega og samtals gerir þetta 99.882.912 og útistandandi félagsgjöld við árslok voru 11.040.000 tæplega, aðrar skammtímakröfur 47.680.000 rúmlega og handbært féð því 18.600.000. Niðurstaðan á þessu eru þá eignir félagsins standa í 177.277.261. Ef við höldum áfram að horfa á efnahagsreikninginn þá eigið fé áfallasjóðs núna 5.800.000 tæplega. Óráðstafað fé sjóðsins eru 150.821.000 rúmlega. Samtals gerir það 156.591.794 og ef við horfum á skammtímaskuldir félagsins þá eru aðrar skammtímaskuldir þess 20.685.000 samanborið við 38 milljónir árið áður við borgum þarna aðeins niður á skuldum
og eigi fé og skuldir félagsins eru því 177 milljónir eins og fyrr segir, 277.000 rúmlega. Ef við horfum þá á sjóðstreymið, þá líta rekstrarhreyfingar svona út fyrir árið 2024. Rekstrarhagnaðurinn var 337.156 krónur, afskriftir rétt rúmar 700.000, veltufé til rekstrar án vaxta og skatta stendur því þarna rétt í rúm milljón og aðrar rekstratengdar eignir og hækkun á þeim eru 24.499.602 og rekstratengdar skuldir 800.000 rúmlega. Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta sjáum við stendur þarna standa í 25.269.999. Handbært fé hefur því lækkað þarna töluvert á milli ára og fjárfestingarhreyfingar og lækkun á langtímakröfum í tæpum 4 milljónum. Ef við horfum á fjármögnunarhreyfingar og tekjur áfallasjóðs þá eru þær á árinu 2.275.428 og útgjöld áfallasjóðs voru 15.990.000 á árinu. Þarna þá standa eftir 685.000 sem safnast upp í eign áfallasjóðs. Handbært fé þarna að breytast og handbært fé í lok ársins er 18.675.000 tæplega. Þá ætla ég bara að bjóða ykkur upp á umræður reikninginn. Ef einhverjar spurningar eru eða einhverjar vangaveltur. Kröfur félagsins eru til dæmis framlög sem reiknast út eftir að áramót eru liðin. Þannig að það eru framlögin í aðra sjóði. Það til dæmis framlag til BSRB vegna okkar skuldbindinga á BSRB, iðgjöldin okkar þar til dæmis. Og svo þetta alltaf eitthvað svona milli sjóða sem að við erum að jafna út. Já. Já, ef einhverjar spurningar eru, þá ætla ég samt að minna ykkur á að ársreikningurinn er inn á heimasíðunni, þá getið þið skoða líka sundurliðanir betur, en þá ætla ég bara að biðja þá sem eru hér viðstaddir að gefa mér merki þessi samþykkja ársreikninginn. Er einhver á móti? Það er ekki svo, gjörðu svo vel annað, þá er orlofssjóður. Já, takk fyrir. Þá rennum við bara með sama hætti yfir ársreikning orlofssjóðs sem einnig var endurskoðaður á Hólmgrími Bjarnasyni og Deloitte. Rekstratekjur sjóðsins fóru úr 133 milljónum í rétt tæpar 167 milljónir. Félagsgjöld og framlög, ég ætla kannski að segja ykkur pínlítið frá því hvers vegna þarna eru rekstratekjur hækka. Það sem að kannski helst og mestu munar rekstratekjur á milli ára er sala á Úlfsstaðaskógi sem að við seldum á árinu 24. Hann var seldur á 31 milljón og þarna er hagnaður á sölu bókfærður 24 milljónir, þar sem áður hafi verið bókfærðar 6 milljónir í eignastöðu. Eins koma tekjur vegna heildaruppgjörs samflóðsins sem að skiluðu sér ekki fyrir en árið 24 og í því liggur þarna þessi munur. Ef við horfum svo á gjaldaliðina þá eru félagsgjöld og framlög 14.661.000 tæplega. Það eru auðvitað bara gjöldin til félagsjóðs fyrir umsýslu á orlofssjóði. Rekstrakostnaður orlofssjóðs er 82 milljónir, rétt rúmlega. Annar rekstrakostnaður eru 4,4 milljónir tæplega og afskriftir fastafjármuna 16,5 milljón og rekstrahagnaður félagsins er þá 48.895.346 og ef við horfum á fjármagnstekjurnar þá eru þær 2,5 milljón rétt rúmlega og fjármagnsgjöldin tæp 600.000 og þetta skilar hagnaði ársins í 50.896.223 krónum. Og þá rennum við yfir efnahagsreikninginn og varanlegu rekstrarfjármunirnir sem að liggja í eignum orlofssjóðs og þeim húsbúnaði sem þar er 352 milljónir tæplega og horfum þá á veltufjármunina og útistandandi orlofssjóðsiðgjöld sem eru þá desember-iðgjöldin
eru 9.953.000, aðrar skammtímakröfur 8.400.000 tæplega og handbært fé því þau 89,5 milljón. Eignir félagsins standa því í tæpum 460 milljónum samanlagt. Ef við horfum að eigið fé og skuldir, þá óráðstafað eigið fé sjóðsins 430 milljónir, rétt rúmlega, skammtímaskuldir 30.445.000 og rekstrarhagnaður félagsins því 48.895.000 eins og fyrir segir og afskriftirnar 16,5 milljón. Söluhagnaður eins og ég var búin að segja ykkur þarna áðan frá Úlfstaðaskógi 24 milljónir, áður bókfærtar 6 eða tæpar 7. Veltufé frá rekstri 41.203.000 og aðrar rekstrartengdar eignir sem að lækka 3,5 milljón og rekstrartengdar skuldir 8.630.000. Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta því 46.390.000 og vextir innborgaðir og arður 2,5 milljón rétt rúmlega og greiddir vextir tæp 600.000. Handbært fé frá rekstri því 48 milljónir og 400.000 rétt tæplega. Hér sjáum við fjárfestingarhreyfingarnar, keyptir og seldir varanlegir rekstrarfjármunir standa þarna í mínustölu upp á 9,5 milljón tæplega og ef við horfum aðeins á skýringuna á því þá þetta erum við að eignfæra lóðakaupin í Munaðarnesi og breytingarnar á eyðum í vatnslögnum og pottum og ofnum og slíku og svo kemur á móti eignarhluturinn á Úlfstaðaskógi. Þannig að milligjöfin þarna þessar 9,5 milljón. Við erum ekki með neinar afborganir en langtímaskuldum en það gerðum við þær upp á síðasta ári og hækkun handbærs fjár þá 39 milljónir. Handbært fé í upphaf árs var 50.500.000 rétt rúmlega og handbært fé í lok árs því 89.543.181. Og þá býð ég upp á umræður og spurningar ársreikning orlofssjóðs. Einhverja vangaveltur hann. Hann þetta mjög skýr eins og hann stendur. Ég býð bara fundarstjóra bera hann upp til samþykktar. Já, takk fyrir það. Það sama þar, það eru sundurliðanir líka inn á heimasíðunni. Eitthvað sem að kvikna á einhverjum? Nei, þá bið ykkur að gefa mig merkið það hverju samþykkja reikning orlofssjóðs. Einhverju móti? Nei, svo ekki. Þá ætla ég að fara hér yfir, nú skipti ég hatt og verð hér aftur formaður félagsins og ætla að kynna hér lagabreytingar sem við ætlum að kynna. Að við erum hér að gera örlitlar breytingar á lögum félagsins þannig að við tökum út orðið starfsmanna í nafninu. Við þurfum að tala til alls kyns og nú erum við allstaðar að taka upp orðið starfsfólk og félagsfólk ætla að segja og aðeins breytum þá nafninu og segjum að félagið heiti Kjölu stéttarfélag í almannaþjónustu og þarna erum við auðvitað elta okkar systurfélag sem Samekki sem heiti Samekki stéttarfélag í almannaþjónustu en félagið stéttarfélag starfsfólks í almannaþjónustu og skiptist í 2 hluta, opinbera hlutan og almenna hlutan og í almenna hlutanum eru veitustofnanirnar en í hlutanum eru opinberir aðilar. Síðan eru þá breytingar á greinum 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 þar sem allstaðar er verið að taka út orðið félagsmanna og breytist ýmist í félagsfólk eða félagi. Bara svona eftir því hvernig setningarnar koma. Já, endilega fá ykkur veitingar, bara ekki hika við, það er gott hljóð það er ekkert mál að laðast í veitingarnar. Nú síðan er það þá liður númer í 3. grein, þá er það 7. liður, að þar breytum við seinustu setningunni í þeirri grein að þegar félagi hefur greitt félagsgjald til félagsins telst hann þar með
félagsmaður stóð en við breytum því telst hann þar með fullgildur félagi. Og síðan þá hérna breyting á 9. grein þar sem er fjallað kosningu til stjórnar að við teljum að þetta hafi nú verið mistök, lögin töluðu ekki alveg saman, þannig að hér er sem sagt búið að lagfæra að hver félagsmaður, hérna hefur hún glemt að þurrka út orðið félagsmaður sem að þarf þá að breytast í félagi, en það var getur kosið alltaf 1 formann og 10 meðstjórnendur og 2 til vara og hérna það er eina breytingin, það er þannig sko, það eru 10 meðstjórnendur og 2 til vara og 1 formaður. Og síðan er nýr setning sem er þannig að hverju framboði er skylt að tilnefna 2 umboðsmenn sem koma fram fyrir hönd þess gagnvart kjörstjórn og er þeir heimilt að vera viðstaddir talningu, óheimilt er að viðhalda nokkuð kosningaáróður á kjörstað, né við hann, né hafa þær tillögur, áskorun eða hvatningar kosninguna aðra en leiðbeiningar samkvæmt lögum félagsins á kjörstað. Og síðan er þarna viðbót sem kemur við í þessa grein að ef formaður gengur úr stjórn eða forfallast á kjörtímabilinu þá tekur varaformaður við fram að næsta kjöri. Þið skiljið þetta er bara ef það er nýbúið að kjósa og formaður forfallast og það er búið að ákveða að Jón Jónsson verði varaformaður þá tekur hann við sem formaður fram að næsta kjöri. Og síðan er hér mesta viðbótin og efnislega breytingin langmest í 12. grein að þar segir núna í dag og er yfirstrikað hér: stjórnin tekur ákvarðanir ráðningu starfsmanna félagsins og semur kjör þeirra. Stjórnin felur formanni daglegan rekstur félagsins og ákvarðar laun hans. Þetta er tillaga að fella í brott og segja stjórnin gerir ráðningarsamning við formann og semur kaup og kjör hans. Stjórn Kjalar stéttarfélags ræður rekstrarstjóra / skrifstofustjóra félagsins. Hlutverk hans er að hafa á hendi alla daglega stjórnun félagsins, ráða starfsfólk skrifstofu Kjalar og semja kaup og kjör þeirra í samráði við stjórn. Og þetta er bara rauninni kannski út frá því að núna er félagið það stækkandi, komið 5 starfsmenn og þetta er svona í samræmi við það sem að önnur félög hafa gert eftir því sem að félögin hafa stækkað. Þetta var kannski ekki þörf þegar við vorum 2 við Margrét til 20 ára og svo þegar við vorum kannski 3 að þá var þetta nú kannski ekki mikið þörf fyrir þessu en núna þegar við komin 5 starfsmenn þá er ástæða til þess að gera þessa breytingu. Þetta eru þær breytingar sem við erum að leggja hér fram og að breyta allstaðar að orði félagsmaður, segi ég aftur og enn, félagsmaður, félagsmenn, verði ýmist félagsfólk eða félagi í lögunum. Þetta er svona það sem við erum að gera í öllum svona félagasamtökum, að taka sem mestu svona kynbindinguna, af því að það er viðurkennt í íslensku lögum að kynin eru fleiri en 2. En nú býð ég hér upp á umræður. Hvað viljið þið segja þetta? Er þið nokkuð hissa? Þetta er engin rústir, enga það. Taktu tíðarendan. Já, segir annar. Annan ykkar höfði. Sá þriði brosir út í bæði. Þannig að þetta er nú held ég bara alveg að verða slegið, sýnist mér. Og eins og þið segi uppboðunum, hvernig byrjaðir, 3, 2, 1 eða ekki svoleiðis. Lokaboð, lokaboð, einhver sem vil spurja, gera athugasemd, koma með ábendingu. Það er sama þar að lögin eru þetta inn á heimasíðu Kjalar eins og þau eru fullsköpuð. Lísa? Jú, logoinu, það þarf að breyta logoinu.
enn einu sinni, það er nýbúin búið að breyta því sko. En okkur leiðist ekki að breyta verkinu, þannig að það dettur það út sko. Og við erum farin að nota mjög mikið öllum skrifum sko Kjölur stéttarfélag. Kjölur stéttarfélag krefst þess að, Kjölur stéttarfélag fer fram á að, og við notum bara mjög mikið Kjölur stéttarfélag. En það var ekki svona stemmingin að stjórnarinnar að fara alveg þá leið að hafa smá íhaldssemi, en fara þó þessa leið, af því það var líka til fordæmi fyrir því frá systurfélögum okkar. Já, heyrðu, þá ætla ég bara, það er engin, nei, þá ætla ég bara að bera þessa lagabreytingar upp til samþykktar. Hverjir eru þeim samþykkir? Rétt upp hend. Heyrðu, takk fyrir það, og það er engin þá á móti. Og þá ætlum við að taka fyrir hér árgjald félagsmanna og skiptingu þess milli sjóða. Og hér eru bara tillögur sem að stjórn félagsins samþykkti á fundi sínu 13. mars síðastliðnum að leggja hér fram, og þær hafa ekki tekið miklu breytingum. Félagsgjaldi verði áfram óbreytt, 1% af öllum launum, sem er búið að vera slíkt síðan bara elstu menn muna. Og síðan er tekið af þessu árgjaldi inn í átaks- og vindulsjóð, og þá er tekið 4% af félagsgjaldi af frádregnum gjöldum til BSRB, og þetta erum við að lækka frá því fyrra, því við jukum þetta talsvert í fyrra og löguðum fjárstöðu sjóðsins aðeins, en núna sjáum við ástæðu til þess að lækka það aftur þar sem að sjóðurinn hefur batnað, og við sjáum ekki ástæðu til þess að vera að borga, því nú er líka breyttar aðstæður í vaxtaumhverfinu. Og þá er það bara sú breyting, og síðan er gjaldið í áfallasjóðum, það er áfram 2%, og kostnaðurinn þáttaka við rekstur og orlofssjóði er áfram 15%, og síðan þarna félagsgjald þeirra starfsmanna sem eru ekki að fá mótframlag frá vinnuveitendum, og þetta á við sérstaklega embættismenn, geta þá verið í félaginu, þeir þurfa þá að borga allt mótframlagið. Það er enginn að notfæra sér þetta núna, en það var hér einu sinni, en þannig að eina breytingin er í tillögu 2, þar sem er verið að lækka gjald til átaks- og vindulsjóð. Þannig að þá ætla ég bara kannski að opna á umræður og fyrirspurnir þessar tillögur stjórnar. Það er algjör grafaþögn í salnum. Menn læðast ekki einu sinni til að fá sér kaffi. En þá ætla ég sko að bera upp tillögu 1, 3, 4 og 5 saman, því það eru óbreyttar frá fyrir ári, ef fundurinn nikkar höfðu við því, og taka tillögu 2 sérstaklega. Hristir einhver haus við því? Nei. Þannig þá ætla ég bera upp til samþykktar tillögu 1, 3, 4 og 5. Gjör svo að gefa mér merki sem samþykkið þær. Takk fyrir. Enginn á móti. Þá ætla ég að bera upp tillögu 2, þar sem að stjórn Kjala stéttarfélags leggur til að gjaldi í vinnutölusjóð verði 4% af gjaldi af fráteknum gjöldum til BSRB, sem er helmingslækkun frá árinu á undan. Hverjir eru tilbúin til að samþykkja það? Takk fyrir. Einhver á móti? Svo er ekki. Þá skoðast það samþykkt. Takk fyrir það. Og já, ég var komin hérna þess að undan mér. Þá er það átaks- og vindulsjóður, og þá ætla ég að biðja Kristínu Sigurðardóttur að koma hér og kynna ársreikning átaks- og vindulsjóðs. Gjörðu svo vel, Kristín. Það er bara hérna þessi örvatakki. Það fer niður um eina glæra. Já, við ætlum að fara hérna yfir átaks- og vinnutölusjóð. Framlög í sjóðin voru rétt 8 milljónir, og aðrar tekjur í sjóðin eru 3,7. Það voru engar verkfallsbætur, skrifstofukostnaður 750.000, afskriftir 400, réttrúm, hagnaður því 10.603.033 krónur, og svo koma vaxtatekjur þarna inn
rétt tæpa 2 milljónir og fjármagnsgjöld rétt rúmlega 400.000. Þannig að heildarhagnaður sjóðsins er 12.159.504. Þá er það efnahagsreikningurinn. Fasta fjármunir, varalegir rekstrarfjármunir er rétt 18 milljónir, bundnar bankainnistæður er rétt 37 milljónir og samtals gerir þetta 55.201.203 krónur. Svo eru veltufjármunirnir, það eru útistandandi framlög, eru 8.054.000 rúmar og aðrar skammtímakröfur rétt 4 milljónir og það gera samtals rétt 12 milljónir, þannig að eignir félagsins í heildina eru 67.310.998 krónur. Þá er það efnahagsreikningurinn. Óráðstafað eigið fé eru rétt 65,7 milljónir og aðrar skammtímakröfur eru rétt 1,5 milljón og þannig að eigið fé og skuldir sjóðsins standa þá í 67.310.998 krónum. Hér er sjóðstreymi sjóðsins. Þannig að handbært fé til rekstrar er þá í heildina rétt 19,6 milljónir. Fjárfestingar eru þarna. Já. Þá býð ég bara upp á umræður ársreikning átaks- og vinnudeilusjóðs. Enginn sem öll tjá sig neitt hann. Þá bara legg ég þetta í hendurnar á fundarstjóra til samþykktar. Já, þá vil ég bara biðja ykkur að samþykkja. Einhver á móti? Þá telst þetta bara samþykkt og þá vil ég biðja hana Önnu að koma hérna aftur og halda áfram. Þá er það fræðslusjóðurinn. Ég ætla að byrja á því að segja ykkur aðeins frá úthlutunum ársins 2024. Hér er ég með glæri sem sýnir hvernig við úthlutuðum úr sjóðnum árið 2024 til viðmiðunar við árið 2023. Við styrktum starfstengd námskeið 7,5 milljón, samanborið við 6 milljónir árið áður. Sjálfstyrkingar og lífsleikninámskeið voru styrkt 2,5 milljón á pari við árið áður. Framhaldsskólanám, við styrktum það 4,3 milljónir og það hækkaði þarna töluvert á milli ára úr 2,8 milljónum í 4,3 eins og ég segi. Háskólanám er líka að hækka styrkir til háskólanáms. Við styrktum upp á tæpar 8 milljónir fólk til háskólanáms, samanborið við tæpar 7 árið áður. Og náms- og kynnisferðir, þetta er auðvitað liður sem hækkaði töluvert eftir að mannauðssjóðirnir lokuðu á styrki vegna náms- og kynnisferða. Og þessi liður er komin upp í tæpar 6 milljónir hjá okkur núna. Ferðakostnaður er óverulegur, þarna erum við að styrkja bara rétt 250.000 til ferðakostnaðar. Þetta er ferðakostnaðar sem er innanlands vegna námskeiða sem að fólk sækir lengra en 100 kílómetra frá heimili sínu. Og samtals erum við þá að styrkja þarna upp á 28,2 milljónir fólk til starfsmenntunar og sjálfstyrkingar og lífsleikni náms.
Svona skiptust þessi styrkir ef við horfum á prósenturnar. Starfstengdu námskeiðin eins og fyrir segir 26,7%, stærsti liðurinn háskólanámið, enn og aftur 28%, og náms- og kynnisferðirnar rétt 20%, framhaldsskólanámið 15%, sjálfstyrkingin og lífsleiknin tæp 9% og ferðakostnaðurinn innan við 1%. Samstarfsaðilarnir okkar í námskeiðunum sem eru ókeypis fyrir félagsmenn, þau námskeið sem að fólk getur sótt bara út frá því að vera félagsmenn hjá Kili og eru samkvæmt ársreikninginum einhvers staðar rétt í tæpum 5 milljónum sem við erum að eyða í þessi námskeið. Og við erum með samstarfsaðila vítt og breitt landið. Við erum með Símey hér á Eyjafjarðarsvæðinu, Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, Fræðslumiðstöðin á Vestfjörðum. Við erum í samstarfi við Farskólann á Sauðárkróki og svo Starfsmennt. En þá komum við að því að renna yfir rekstrarreikning ársins og ársreikningurinn var endurskoðaður af Hólmgrími Bjarnasyni og Deloitte eins og aðrir. Framlög til fræðslusjóðs voru 35.585.000. Þarna nú einhver sem kannski hugsa hvað að gerast, akkur eru framlög að lækka, þarna alveg 10 milljónir. Eins og ég sagði þegar ég fór yfir rekstrarreikning félagsjóðs, þá vorum við að flytja þarna framlag sem vegna trúnaðarmanna á milli sjóða og það var einfaldlega vegna þess að það var hagkvæmara að gera það svoleiðis. Kostnaðarliðirnir vegna trúnaðarmanna lenda félagsjóðsmegin. Félagsjóður launagreiðandi en fræðslusjóður ekki launagreiðandi og við erum að greiða dagpeninga og ferðakostnað og annað slíkt fyrir trúnaðarmenn sem alltaf lendir félagsjóðsmegin og þetta var svona einföldun og reksturumhverfin okkar að færa þetta svona á milli. Engu að síður þarna örlítill kostnaður 142.000, ég get nálega sagt ykkur nákvæmlega hvað þetta er. Þetta er reikningur frá Greifanum vegna fundar fyrir trúnaðarmanna sem var haldinn 14 mánuðum áður. Þegar að framlagið vegna trúnaðarmanna var fræðslusjóðsmegin. Þess vegna þarna örfáar krónur þarna megin. En eigin námskeið, það þesssi námskeið sem ég var að fjalla áðan og við erum með í samstarfi við Símey og Farskólann og fleiri, 4.440.000 og greiddi styrkir 31.633.000 og annar rekstrakostnaður þá 5,5 milljón og ef við horfum þá fjármagnstekjurnar sem eru 9,5 milljón og fjármagnsgjöldin rétt 2 milljónir, þá hagnaður ársins 1,5 milljón. Bundnar bankainnstæður eru 13.340.000 og óinnheimtar tekjur eru 4,5 milljón rúmlega, aðra skammtímakröfur 1,5 milljón og handbært fé sjóðsins þarna 119 milljónir og eins og Bína sagði áðan þá þessi sjóður á gömlu merg og búin að safna upp tekjum í langan tíma þó svo að síðastliðin ár hafa ekki verið mikill hagnaður af sjóðnum en þá samt sem áður á hann töluvert af eignum. Og óráðstafað eigi fé þarna í árslok 31. desember 2024 120.227.817 og skammtíma skuldir sjóðsins standa í tæpum 18 milljónum og eigi fé og skuldir eru þá 138.104.000. Og ef við horfum þá á sjóðstreymið, þá eru rekstrarhreyfingarnar á þessa leið. Rekstrartapið 6,1 milljón, veltifé til rekstrar án vaxta og skatta eins og fyrir segir 6,1, aðra rekstrartengdar eignir eru í tapið upp á 3,3 milljónir tæpar og rekstrartengdar skuldir 15,9 milljónir, handbært fé til rekstrar án vaxta og skatta 6,6 milljónir og innborgaðir vextir og arður 8,7 milljónir tæpar og greiddir vextir þarna tæpar 2 milljónir. Og handbært fé frá rekstri til rekstrar það 13,4 milljónir og útborgað á bundnum bankareikningum 496.000. Og þarna hækkun og skuld við mannusjóð. Sjálfsagt einhver ykkar þekkja þetta samspil mannusjóðsins og fræðslusjóðsins, þar sem fræðslusjóðurinn innheimtir iðgjöld mannusjóðsins sem tekur nú breytingum núna, eða búið að taka breytingum þegar þessi orð eru töluð, að nú mannusjóðurinn innheimta sín iðgjöld sjálfur en þarna stendur þetta samt sem áður í árslok
og hækkun handbærs fjárs er þá 4 milljónir og handbært fé í upphafi árs 114 milljónir 216 og handbært fé í lok árs 118 milljónir 551.403. Og þá býð ég ykkur að hafa skoðun á þessu öllu saman. Já, Bylgja. Já. Eiginnámskeið, sko, við eigum það allt saman, en ég hef ekki tekið það til fyrir þennan fund, en við eigum allar slíkar upplýsingar og við leggjum alveg svolítið í það þegar við erum með fundi stjórnar fræðslusjóðs að kynna þetta vel fyrir okkar stjórn og fara svolítið líka yfir það bara hvers konar námskeið þetta eru og hvers konar námskeið er verið að sækja í og við erum búin að líka vera að velta í fyrir ykkur hvort við erum að skrá þessi námskeið sérstaklega inn á bara spjöld viðkomandi einstaklinga þannig að þau sjáu líka þannig að þetta sé ekki bara svona óskrifað blað einhvern veginn og þú ferð á einhver námskeið og þá telst hvergi einhvern veginn fram þannig að við erum alltaf í þessari rýni. Já, akkurat. Hér kemur sem sagt athugasemd að upphæðin komi óvart að hún sé þó þetta lág vegna þess að það er svo mikið framboð. En við auðvitað gerum kröfur að námskeiðin kosti ekki meira heldur en 20.000 minni mig 30.000 þannig að við erum svo sem ekki að taka þessu stóru dýru námskeið þarna inn í gegn. Þetta eru ódýrari námsleiðirnar en námskeiðin. Já, fleiri spurningar? Nei, þá býð ég bara Hólmfríði að koma aftur upp. Já, þá vil ég bara bera þetta upp til samþykktar. Hverjir eru samþykkja þetta? Einhver á móti? Nei, þá telst þetta samþykkt og þá býð ég hana bara Önnu aftur að koma ekki svo vel. Já, takk. Ég held í smá stund að ég væri búin með mitt, en ég ætla að fjalla rekstraráætlun ársins 2025. Við gerum ráð fyrir þess konar áætlun að félagsgjöld og iðgjöld verði 131 milljón, aðrar tekjur verði 41 milljón og 700.000. Félagslegur kostnaður og framlög verði 33 milljónir og 400.000. Funda og félagsstarf standi í 20,5 milljónum tæplega. Laun og launatengd gjöld verði 90 milljónir og 300.000. Sjáu hvað ég er á nákvæm hérna, ég kom með 10 skallana. Skrifstof og stjórnunarkostnaður og undir þennan lið eru auðvitað rekstur og skrifstofunum okkar líka á Stykkishólmi og Ísafirði og svo framvegis 13 milljónir og 350.000. Annar rekstrarkostnaður 17 milljónir og 10.000 og afskriftir fasta fjármuna verði sambarlegar við árið ár í kringum 700.000. Við reiknum því með ekstra tapi fyrir fjármagnsleiði upp á 2.510.000 og við munum fá fjármagnstekjur upp á 6 milljónir og fjármagsgjöld upp á 1,5 og eftirstandi hagnaður upp á tæpar 2 milljónir í árslok 2025. Já, orðið er laust, gjörðu svo vel. Þetta er bara áætlun, getur allt breyst, eitthvað sem gerist óvænt. Heyrðu, þá ætlum ég að biðja ykkur að rétta upp hönd sem að samþykkja þessa áætlun. Heyrðu, takk fyrir það, einhverju móti. Nei. Og þá er það dagskrárliðurinn önnur mál, gjörðu svo vel, orðið er laust. Ég minni aftur og enn á kaffi, veitingar, þið ekki að fara svöng hérna af þessum fundi þau, eitthvað sem eru hér í sal. Ég vona þeir sem heima eru að hafa eitthvað gott í pottinum eða í ofni, þannig að þeir hafi líka góða næringu fyrir kvöldið. Ég veit eins og ekkert hvað er í sjónvarpsdagskránni, en það hlýtur að vera hægt að finna eitthvað gott við hæfi til að stytta sér kvöldið eða fara út að ganga, þessu blíðustu sem er núna allt land. Það er ekki smá hlunnindi sem við lifum við núna, ekki smáraði.
Nei, það hefur enginn séð þörf fyrir það að tala. Enginn svo, loka útkall í orðið laust önnur mál. Bingo, enginn. Heyrðu, þá ætla ég bara að segja hér með bara þakka ykkur kærlega fyrir fundarkomu, komu á fundin og þáttöku í honum. Þið stóðu ykkur mjög vel og þið sem horfðuð á okkur í streymi á YouTube, ég ekki að þið hafi ekki blundað andartak og hafi skemmt ykkur líka mjög vel. Að því var alltaf að reyna að gera fundi skemmtilega en samt ekki hafa það of langa og þá gæti kannski einhverju fundist að hefðunum mátt segja eitthvað aðeins meira en það auðvitað þýðir þá að þá lengist orðið og nú ég fann að lengja fundin hérna og teygja lopan þannig að þá nú bara best að kveðja og þakka kærlega fyrir komuna og segi fundi slitið. Takk kærlega fyrir, bara klapp fyrir ykkur.